soð, jólasoð, alveg svona sérstakt eitthvað. Ég hef aldrei verið mjög hrifinn af sykruðum kartöflum. Mér finnst það skrítið. Á mínu heimilinu þá hefur verið hamborgarhryggur og hann gleysaður með í svona svolítið sætu gleysi. Sósan sæt, geggjuð, elska sósuna hennar mömmu. Síðan ananas líka með, hann sætur, rauðkálið sem svona súrsætt einhvern veginn og þetta allt svo sætt. Þú veist, kartöflurnar eru oft svona svolítið stór partur af disknum og þá hugsaði með mér, akkur ekki bara svolítið svona upp einhvern veginn og bara meiri stemning einhvern veginn í hérna kartöflunum. Þannig að ég ætla að búa til kartöflusalat, heitt kartöflusalat, bara svona kartöflur. Hefur ekki bara telja í hvað er í þessu? Nokkrar kartöflur, þurfa ekki að vera rauðar, þetta bara, ég með rauðar núna, rauðlaukur, hvítlaukur, salvía, ólífuolía, munið, góð ólífuolía, sinnep, sítróna, steinselja. Þetta ekki steinselja, þeir áttu ekki steinselja í búðinni, þannig ég ætla að pröfa þetta með hérna, hvað heitir þetta þurr? Með hérna, mann ég bara ekkert hvað þetta heitir. Sumir kalla þetta svona eins og sápuvatn, en þetta kallað, býtu, nei, ég skrifaði ekki hjá mér átti, ég skrifaði steinselja. Þetta einbyttu þér Kristín, þú finnur þetta. Þetta ekki basilikum, ekki salvía, hún þarna. Þetta heitir svo mikið sem, ég ætla ekki að googla það, ekki oregano. Þetta að koma. Ég maður það ekki, cilantro. En notið steinseljuna, ég held hún sé skemmtilegri. Cilantroið, ég man ekki hvað heitir á íslensku, verður með leiksigur í kvöld sem steinselja. Byrjum að skera kartöfluna bara í helming. Reynið að hafa það á svipari stærð og mér finnst gott að hafa hýðið á. Það fallegra líka. Jú, þetta nóg. Setjum þetta í pott, fylla á vatni, færum okkur kannski aðeins þarna yfir. Nenni ekki að vera að færa þetta fram og tilbaka. Þetta erum við pott. Kartöflurnar út í. Salt, alveg ágætt á því. Það má alveg. Lok á og nú bíðum við bara og við byrjum á dressingunni. Bara byrja á ólífuolíunni. Alveg ágætt í slatta. Eitthvað svona. Svo fínan slatta af sinnepi. Ég ætla að byrja á því að skrapa þennan niður. Það rosa gott að gera þetta eiginlega alla minút sem þýðir bara á nóinu. Gefum þetta þannig á eftir. Og salt og pipar. Og viskum við þetta til. Þannig að þetta þykkist aðeins í þessu. Svona svipað við gerum með majónes. Nema það ekkert egg í þessu. Minn þennan. Skerum hérna þessa í litla teininga. Nokkra teininga. Svo nokkra svona örþunnar sneiðar. Bíddu, við þetta aðeins hérna. Svona. Passa ykkur að vera með milda ólífuolíu í þessu. Mín aðeins svo aggressív. Sett ekkert að því. Störu það bara seitsblöðin. Byrja að sjóða þannig, ég ætla að lækka aðeins á þessu. Það bara rétt að bubla. Það alveg nóg.
Svo rennum við yfir þetta með hnífnum. Svo steinseljan, þessi fallega steinselja sem ég er með hérna, fær líka að fara úti. Svo ætla ég að... Nei, ætla ekki að gera það svona. Gera það svona. Jæja. Nú lítur þetta svona út og við þurfum bara að bíða eftir kartöflunum og þær taka bara sinn tíma. Nú eru kartöflurnar aðeins farnar að mýkjast. Ég ætla að taka vatnið af og láta þær standa í svolítið stund, bara í gufunni af sjálfri sér. Þið verður bara að trúa mér að ég sé taka vatnið af, þið heyrið það ekki hérna fyrir. Svo bara geymið þetta henni í smá stund. Leyfum þessu aðeins að mýkjast aðeins betur. Og svo fyrir við að leika okkur. Herru, kartöflurnar eru búin að bíða í smá stund. Við hérna förum í það bara að ná í þær. Þær fara síðan hérna ofan í og þær byrja að setja að sjúga í sig. Úps. Byrja að sjúga í sig allt gumsið. Svo megar aðeins brotna og svona gafall. Þessi smá lauk og steinselju sem er ekki steinselja og svona. Mætti setja smá meira salt út á þetta. Og svo má þetta alveg bara vera svolítið svona hlandvolt. Það þarf ekki að vera eitthvað sjóðheitt. Mega. Þetta myndi ég miklu frekar vilja heldur en einhverja brúnar kartöflur. Ferskt. Eitthvað svona upbeat í staðan fyrir downbeat. Svona það má á jólunum. Vinsælast lækið deilið og sýrið af því að þá fer þetta miklu meira út í kosmósið og svona. Og þið getið gefið mér þetta sem svona jólagjöf eða eitthvað svoleiðis. Og nú komið að þér að læka deila og sýra að því ég gaf þér góða hugmynd. Ok. Takk fyrir, gleðileg jól, sjáumst. Svo er það Instagram, það er hérna. Þetta er hérna, Instagram, checkið á þessu.